Hæ, verið velkomin. Ég aðeins að mér datt bara svona í huga, Vera, ertu að prjóna? Puttaprjóna? Hæ, fyrirgefðu, byrjum bara aftur. Hæ, ég heiti Vera og verið hjartanlega velkomin í þáttinn minn Réttindi barna. Ég bara ekki búin að stoppa í allan dag, sko. Ég fór í leikfimi, ég fór út með Nóa og heiti vini mína, svo fór ég á dansnámskeið og svo leiksýningu, svo fór ég útreiðatúr, mokaði, gaf hestunum og svo labbaði út í matvörubúð og aftur tilbaka og eldaði. Og núna er ég loksins að búa til skraut sem ég ætla að vera löngu búin að gera. Þetta hérna er rauði þráðurinn og ég ætla að gera svona S. Og hengja hérna på töflu, það var ótrúlega flott, ég laka til að sýna ykkur það. En ég hef ekki alveg komist í það, sko, þannig að ef bara gefið mér aðeins bara 10 mínútur eða eitthvað, þá ætti ég kannski að ná þessu. Vera mín. Hvað? Það er allt í lagi að bíða með þáttinn. Nei. Hann verður að vera núna. Það er svo gaman að vera með sinni einn þátt, sko. Ég er bara ekki alveg búin að undirbúa hann, sko. Hvernig líst þér á að taka fyrir reglu 31? Einmitt, hún passa fullkomlega. Hvíld, leikur, menning og listir. Það er allt sem ég er búin að gera í dag. Er það? Já, ertu ekki að grínast. Ég fór út með Nóa og hitti vini mína og það var leikur. Svo sagði ég leiksýningu og það er menning. Og svo fór ég á dansnámskeið og gerði handavinnu og það eru listir. En hvað með hvíldina? Eigum við kannski sjá myndband? Já, þú getur þá fengið þér sæti á meðan. Einmitt. Þetta er hún Hasna. Hún er atvinnukona í fótbolta og hefur elskað fótbolta frá því hún var barn. Þegar Hasna var lítil bjó hún í SOS barnaþorpi í Marakó og spilaði þar fótbolta flest alla daga. Einn daginn var Hasna að keppa á fótboltamóti þar sem þjálfari frá stóru fótboltafélagi sá hana spila. Þjálfarunum leist svo vel á hana að hann bauð henni að spila fyrir marakóska landsliðið. Það var þá sem Hasna uppgötaði að fótbolti væri ekki bara tómstundargaman, heldur einnig atvinnugrein sem stæði henni til boða og jafnvel gæti hún orðið fræg fótboltastjarna. Hasna var vön að spila við strákana, en þegar hún byrjaði í atvinnumennskunni uppgötaði hún að það voru fullt af öðrum stelpum sem spiluðu fótbolta líka. Það fannst henni virkilega skemmtilegt, því hún hafði lengi haldið að hún væri bara eina stelpan sem hefði þennan áhuga. Í dag býr Hasna í fótboltaskóla. Hún heimsækir svo fjölskylduna sína á hátíðisdögum en talar samt daglega við mömmu sín í síman. Það finnst henni mikilvægt, því hún segir að það sé mömmu sinni að þakka að hún hafi getað látið drauma sína rætast. Hasna vill að öll börn viti að þau megi ekki gefast upp á draumum sínum. Í dag dreymir Hasnu að verða enn betri í fótbolta og hún heldur áfram að æfa sig. Ertu ekkert þreytt eftir allt sem þú ert búin að gera í dag? Jú, þess er líka aðeins bara að hvíla mig í símanum. Svo eftir fer kannski að horfa á sjónvarpið eða í tölvuna eitthvað, þá ætti ég bara að vera góð. Og er það raunveruleg hvíld? Já, það ekki. Finnst þér það ekki of mikið áreiti? Áreiti? Látum okkur sjá. Þó ég sé alveg smá að slaka á núna bara því ég er ekki að hreyfa mig á fullu, þá er ég samt eiginlega ennþá á fullu, bara í huganum. Jú, Tæki, þú er rétt fyrir þér. Ég held ég fá bara betri hvíld ef ég les bók eða dunda mér eitthvað í rólegheitunum. Hljómar miklu betur. En er það ekki líka það sem þessi regla bendir okkur á? Að börn eiga rétt á því að leika sér og hvílast. Það er skiptir sem miklu máli að leika sér. Við að þroska líkamann og hugan og svo mörgum sviðum. Og? Já, og auðvitað skiptir líka máli að sofa vel og hvílast svo maður hafi orku til að leika sér. Eða bara hafa orku til að gera eitthvað yfir höfuð, sko. Laukrétt. Vá, ég þarf líka aðeins að hvíla mig fyrir kvöldið, sko. Safna kröftum. Hvað, ertu strax búin að gleyma planinu þínu? Nei, ég er að stilla vekjaraklukku ef ég skildi sofna.
Ég og vinir mínir eru nefnilega með danssýningu í kvöld fyrir sko fullum sal af fólki. Í kvöld? Jep. Mikið ertu dugleg. Takk, tæki. Þá langar við líka bara að ljúka þættinu. Og spyrja, af hverju ætli sé mikilvægt að börn fái að leika sér og hvílast? Spjallaði þessu það. Það til næst. Látið ykkur líða vel. Hún sofnuð? Já. Takk fyrir þáttinn. Já, bless.